Ég ætla að beygja mig yfir þess að gyrðingum henni í pissa. Já, ég var bara stóran titling, hann þurfti að beygja sig. Já, hann byrjaði að sveigast fram á við. Hann var hættur að pissa og fann að toga. Hann réði ekki við líkastöðu og byrjaði að halla fram á við. Sko, Davíð, Það er þyngd. eftir veist, þú eru búin að hrista hann 3 svar. Eftir það þá er það skemmt. Já, ég bara leika með Sumabjörnum Hættu Ég kom að fjóra það og það er venjulegur Sumabjörnum minn er búin ég er í mólum minna Nú þarf ég að býða til jólabjörnum Djöðlega langt í hann Góðan og gullfallegan daginn. Já, ég er einmitt með gulllæt Gullfallegan daginn Herru, Það er ekki spáns, þeir eru ekki að borga okkur herru Daði, Já. the dark horse of this episode. Takk fyrir Mættur hérna til okkar. Býðu þetta hljómaði illa Ég veit hvað hann var að tala um Nei, og síðan er fallegasti maður á jarðríki er hérna með okkur. Hann heiti Birkisnær. Nei, hættu þessu. Það er þræstur með uppáhalds. Ég veit sko að Davíð er að pissa. Hann er líka í þessum þætti. Hann er á lekandi blöðru Já, Herri, með lekanda herru, Það er með lekanda við erum byrjaðir. Stóri strákurinn. Strákunum var að segja að vera með lekanda Já, Það er rétt. lag út úr honum. Hann er með lekanda og Æ, elsku kallir blöðrubólgu og alltaf pissandi. Hvernig gengur með lekandan? Davíð komið. Eins og heyrist þá er kannski komið smá í okkur. Ég er að fjóra Já, já. það Klakka til að fá mig fleiri Er það ekki? Já Ha? Er þið að taka eftir hvað Þröstur er fallegur núna sko? Það er geggjað sko. Vel hérna einhver Óð Áttu bara köflóts kistur? Nei. Það spyrja, þetta er svo smíðalegt sko Það var ekki fínt. Jú, ég var ekki að segja neitt annað Ég var bara að spyrja, áttu bara köflótar? Nei, Áttu svarta? Já. Hvíta? Já. Bleika? Nei. Laxa litu? Nei, mér langar svo leys. Ok Virki getur plakaði Já, svo leis Slótt Þín er þetta að fó bara í þvott með einhverju rauðu Herru, talandi það Þórun gerði það með alla hvítabólunum mína, alla hvítu skyrtinu mínar. Ég held að þú væri að fara allt annað að segja Þórun gerði það með, ég er bara með hverjum Sett hún rauðan sokk með. Hún setti rauðan sokk Nei. og hún sagði Það er viljandi Hún bara, nei, þetta er bara í þáttum. Áttu rauðan sokk? Í gamla daga átti ég rauðan sokk. Búa líka fleiri á heimilinu þeirra Já, já. Var það rungsokkur í þinn? Já, Ok hann var mjög harður sko. Allara Sokkurinn eða eitthvað annað. Nei, sokkurinn Já. Bæði reyndar Allara og hérna og allt kemur út ekki laxalitað heldur svona húðurlitað. Þetta var hvað Þórun bara, ég vissi ekki ég held að þetta væri bara í þáttum og myndum og hvað, ég leið Í alvöru? Já, og hvað, ég var bara þetta voru 4 hvítaskirtur og þetta voru allir bólunni mínir og ég var bara Er þið ekki með þú þarf kannski bara að fara að vesla ég eitthvað bara Og þið finnst það nú ekki leiðilegt. Er þið ekki með hérna Jú, bara mér finnst það svona leiðilegt, Er þið ekki með svona sikkur svona hvít lita? þetta var allt mitt hvít það fór allt mitt hvít Og einn rauður sokkur og einn rauður Einn sokkur rauður rungsokkur hún er alveg, ég ætla ekki að skilja þennan er bara einin eftir inn á gólfinu inn, Jesus möguleg bara herru, það var daginn ég fekk, mér langaði að spyrja ykkur þessa spurningu ég var upp í vinnu og tala við mann upp í vinnu 42 67 nei, ég veit ekki okkur 42 Svarið Öllu já, öllu, ok end of podcast Vann ég ekki Ég vann ekki neitt herru, og vorum að ræða og hann eitthvað bara, djöðlega ertu happy með þetta og ég eitthvað heppni er ekki til og hann eitthvað, jú ég er mjög sein happy ég leið, nei, það er ekki heldur Varstu til að tala um mig? Ég er brjálastlega seinhefinn nei, sko ég veit að þeir tveir Daði og Davíð
þeir halda þeir eru mjög seinhefnir. Ég held það ekkert, ég giftist seinhefnir konu og við erum ekkert eðlilega seinhefnir saman sko. Nei. Byrju, ertu að kenna seinhefninu þér? Ertu að kenna konuninu seinhefninu í þér? Nei, við erum bæði seinhefnin og við joint forces með að giftast og við erum super seinhefnin. Ertu heppin eða seinheppin? Ég bara þokkalega heppin það gæfir. Ok. Heppni ekki til. Davíð, Seinheppni ekki til. það eru tveir að tala saman sem eiga peninga. Ég setja samhengingamerkið hana. Já, en af hverju eigum við peninga? Þið eru hefnir. Nei. Jú. Nei. Jú. Það sko Birkir á ekki þessa peninga. Hann hefur aðgangað þeim. Akkurat. Hann heppinn. Ég alveg pening, ég vinnum fyrir honum. Já, einmitt. Nú Birkir svona man, fuck you. Nei, sko, og ég fór að hugsa með þetta og að vera seinheppin er ekki neitt. Nei. Þetta er viðhorfið, hvernig þú horfir á hlutina. Jú. Hefur lent í að vera seinheppin aftur og aftur og aftur út af kerfinu. Nei. En tökum sem dæmi, sko, þegar þú varst að selja íbúðuna þina í Grindavík. Eina skipti sem ég er heppin. Njárvík. Eina skipti sem ég er heppin. Þarna kom bara röð heppni dauðans einhvern veginn. Það var engin keðja. Það var engin keðja. Allt fór í gegn á nýju íbúðinni og við tókum hann í gegn á einhverjum met tíma. Reyndar. Og það gekk allt. En hvað gerist eftir það? Seinheppni í 5 ár. Nei. Ég skal debunka þetta hjá okkur. Allan hjá ykkur tveim. Er komið 5 ár sem þú getur? Nei, komið 3. Þrösturalegi bara, er ég búin að vinna svo mikið. Það sko, ég skal debunka þetta. Að, bara dæmi. Veist, þegar þú varst að gifta þig, Daði. Já. Þá lendi ég ætlaði að vera það var eitthvað mjög fyndið. Ég ætlaði að vera vottur. Þú ætlaði að, já. Og ég lendi í árekstri. True. Og þú sagði mér það allavega. Já, veist. Já, ég nefndi ekki að fara. Og Daði bara, já, auðvitað, veist, við erum svo seinheppin að votturinn komst ekki. Þetta er satt. Ég lendi í árekstrinum. Já, sem hafði bein áhrif á okkur. Nei. Ég þurfti að fá Siggu að skrifstofunni hjá sýslumanni til að koma upp og vera vottur. Þið giftið ykkur, það var geggjaður dagur og allt þetta. Sigga var þetta mjög fín, sko. Hver var óheppin? Sigga? Hver var óheppin á þessum degi? Sigga mista kaffitíma. Ok. En veist, hver var óheppin á þessum tíma? Það var ég. En hugsaðu ekki það að ég hefði kannski viljað hafa þarna í staðan fyrir Siggu og þetta er bara live. Sigga er þetta að respekta þig út mikul. Þetta er bara live. Life happens. Það er einmitt það sko. Ég trú ekki sérstaklega á heppni sko. Já, þetta er viðhorfið. Til dæmis þessu. Já, ok, þannig að viðhorfið mitt var það. Ég vildi ekki eignast barn númer 2 árum eftir hinum. Ég vildi bíði 12 ár. En þú eignaðist barn? Já, þú 12 ár. Það kom á endan og þú áttu nú þegar bara yndislandsstrák, skilur við. Það er meira margir aðrir. Og ég meina, hver ætlar að segja að þú sést óheppin en eitthvað barn sem býr í Kongó sé heppið? Ég er ekki í Kongó. Er það óheppið barnið? Allir sem búa í Afríku eru þeirra óheppnir? Ég get líka, veist, ég get haldið áfram ég get Ég meina þetta ekki, þú veist. Ég meina þeir sem búa bara í sára fátækt. Já, ok. Ekki hitt. Já. Það er orðin rauður í framan. Það er sko, veist, ef við debunka það. Já. Það er langað svo mikið að segja. Og hérna, veist, ef ég debunka það með því að þetta er bara viðhorf. Já. Veist, við erum allir heppnir. Við höfum þak yfir höfuðið. Já. Við getum labbað, við getum heyrt, séð, you name it. Já. Við höfum heilsuna, við höfum börn og bíla. Já. Við höfum bíla, en ekki þú. Og með 1 bíl. Djók. Já. Ég er að djóka. Allavega. Og þetta er allt saman heppni. Við bara fættumst á Íslandi. Já. Bara, þetta er svo mikil heppni. Þú getur verið heppin í rosa mörgu, svo getur bara óheppin í öðru. Nei, hvað? Ef ég hendi fullt af drasli, rekst í eitthvað. Hvað er regnbói? Skreið upp í raskatu á þér. Ef ég rekst í eitthvað og allt fyrir út allt, viðhorfið mitt gæti verið bara shit, þetta var ömurlegt og teka það upp, staðið fyrir
You motherfucker, þetta ömurlegt, ég svo óheppin Svolítið overreaction, en ok Já, en stundum á morgnana kannski, við segjum klukkan 8 og það bara fyrir allt út allt glasbrotnar og bara staðin fyrir bara geggja upp með þetta þetta allt saman viðhorf og ef þú breytir viðhorfinu þá breytist seinheppnin hérna innan gæsalappa yfir í heppni en sko ég sem seinheppin manneskja og þú sem heppin manneskja þá ætla ég að vera ósamlegaðir okay. Það ekki til sem heitir heppni eða seinheppni þetta bara tilviljanir og það algjör tilviljun að við lendum á Íslandi fættumst á Íslandi Stephen King það algjör tilviljun að Stephen Hawking Daði segir mjög ofta að ég heppin Þú ert það? Alls ekki Nei, ok My life has been shit Með frían tannlækni með hár, myndalegur grannur þú er aðgang ágætis peningur sem aðrir vinna sér inn ég vinna að þessu og með flottan bíl nýbúin að taka bæri gegn og tvöfylgkomin börn ég búin að vinna og vinna þetta bara ég gæti alið börnin mínu upp sem motherfucking monsters Það að gera það? Nei, ég vinn að þessu öllu saman Já, en svo getur við tekið sko, hinn pólinn, sko. Það lekur endalaust inn gluggana hjá honum Parkettið búið að bólna upp, ég veit ekki hversu oft Hann á peninga fyrir þessu öllu Nei, þess vegna ekki búið að gera þetta við þetta þá og þú veist, það eru miklaðnandi hvert skiptið sem ég sest í sófan þá fæði kvef Hætti að kaupa áfengi og fara að kaupa eitthvað sem lagar þetta Svo hann að berjast í small dick syndrome Við skulum taka þennan part hérna Birki klipp út Við skulum hérna Kæri áhrundi hlustandi ekki hlusta á þröst Þetta var gert í gríni og þetta er ekki alveg Þröstur er maga Take that back Nei, þetta er alltaf leið, þú ert í meðalstærð Það er allir með þetta hættir óöfnir Það er bara snöðjast Þetta er bara viðhorf, er það ekki? Já, ég segi bara, þetta er bara tilviljun Ef að þú vinnur í lottóinu núna á eftir þá er það tilviljun, það er ekkert með heppna Ef að ég og kona mín kaupum vöru 70% tilvika fáum galla og þurfum alltaf skiptin að hafa fyrir og hafa sambandi fyrirtæki og Það er ástæða, þið kaupið í IKEA og allir aðrir í kringum ykkur lenda í nákvæmlega saman Hróka, gikki, garbaðingurinn, Birki Nei, ef þú kaupir í IKEA það er alltaf eitthvað Nei, ég fæ frábæra þjónustu í IKEA Já, ég er ekki Dorma, ég hata Dorma Dormas, sko, ég er búin að brenna mig 3 svona Dorma Ég kaupi vöru sem ég held sér fín, hún er shit Þeir aldrei sponsor Nei, mér er alveg sama, fuck Dorma maður Akkur kaupir þú þá 3 hluti í Dorma? Af því að ég held alltaf, nei þetta verður leið En allt er þegar þrennt er, ég veist ekki eftir við þá Nei, út af því að Dorma kaupir bara kínudót Greinilega, ég kefti eitthvað borð Sko við vorum að skipta út Við vorum að skipta út stofuborði Svo litli guttin sem var að fara að byrja að læra labbabráðum bara skall ekki hotnin og hinnu Kefti nýtt stofuborð Kostaði 52 skall Hvað fucking borð? Býtu Ég held að það var 50 skall, ég maður ekki Það var margir þúskallar Svo þegar ég setja saman, hún valdi það, ég ætla ekki að ljúga Svo þegar ég setja saman Þá hlæ ég að því ég hef unnið í rúmfó skilur að setja saman húsgögn Að því ég sé hvernig þetta sett saman Ég er bara í alvöru Í alvöru Þetta eru 6 fucking skrúur Og neðri platan er strax svona laus Út af engu En verðið sagði þið þarna svolítið mikið sjálf hvernig borðið var að það kostaði 52 skall Slavery og býtu þú ert með borð sem kostar hvað okay, bara dæmi ég fór í Jyski í Noregi og kefti borðið mitt þar sko rúmfattalegin er fucking betri heldur en Dorma IKEA er betri en Dorma sko, sorry Dorma but fuck you ef þú kaupir hot sofa á 200 skall í Dorma segjum það bara Dorma sorry Dorma frábæran hot sofa í Ylfu hann er geggjaður Það er mjög góður Ok, ef þú kaupir hot sofa, leður hot sofa á 200 skall Það er að vera leður Segjum það bara og fyrir ekki 300 skall eða eitthvað Allavega Minn kostar 300 eitthvað Og allt sem þarf að gerast fyrir hennan hot sofa það er smiðir, bólstrarar kýr, you name it
pluss flutningur og síðan búðin sem setur á 100% áleið setur 100% það keyword og búðin bara, yes, við erum að græða allir aðrir eru bara í slavery svo að þetta borð hérna you're supporting slavery en þarna þetta samt svolítið on-jútaði að því að þú ætti bara að skoða vöruna árun og kaupir hana, ég tala um fyrir 50 krónur borð. Gerðu það, leitt frábæla út í búðinni okkur talar ekki við mig og lést mig búa til fyrir sama pening gera það næst eilíðar ábyrgð gera það næst herri, ég ekki að leiður það er komið 15 mínútur af bullshiti hvað hvað sé þáttur en það er bara pynting að hlusta á þetta sko. Thank you þátturinn sem pyntingar það er alveg brjála það búið að vera hérna ég fokkin hata Dorma, sorry við munum aldrei sponsa okkur með drull sko. Þeir eru búin að selja mig kjaftaði 3 svar okay. Sponsoring á þessum þætti akkurat Dorma það með góða vöru og ekki hlusta á það please don't við erum að tala við erum með kínversk borða á högstæða verði það var ekki einu kínversk sko. þetta er bara ríkald hérna ég með hérna veist, við erum að tala verstu pyntingar í heiminum sko, sem hafa verið gerðar verstu, allt svo verstu ekki bara pyntingar ég gerir bara pyntingar, ekki verstu pyntingar hver dæmir hver versta pynting? Ég með fyrstu þeir sem dóu ég með hérna fyrstu sem algjör pynting hlustu að daða að tala nei það sko, það miklu verra örlítið verra þetta pynting að eilífi og það að vera giftur nei, tjók tjók women þú ert ekki eins og giftur don't get me started women vildi óskaða sem að vera gay það var geðveikt sko pæliði samt í því að sko í fyrstu 2 skiptin einu 2 skiptin sem konur hafa búið sér fram sem forseta í Bandaríkjanum fekk Bandaríkin versta forseta sem hann var Trump þannig að konur eiga bara ekkert að vera skipta sér stjórnmálum oh my god what? wow cutting edge herru ég með fyrstu pyntinguna maður hvernig var hún? Hvernig var hún? Það er bátspyntingin Bátspyntingin þegar þeir voru strappaðir á fremsta bátinn og nei, hvað? Þá menn sem voru ræna að drepa og vondi kallar þú ert vondi kall þeir voru bundið niður sett út á bát út á vatnið og löðraður út í hunangi og hinn og þessu ég sá þetta ég var að skoða þegar ég sá þetta þegar ég var að skoða og síðan voru bara skorti sem átta á þú veist, þeir voru bara festir í bátinn og það var svona byggt yfir á þannig að það getur ekki hreyft sig svo bara hunangi makað og eitthvað og skortirinn áttaði upp og það tók marga daga deyjandi sko. og þetta vera lífið litla pöttur getað eitthvað og þú þurrkast upp og drest bara og þú veist, það er bara jafnlaður hægt að róla þú veist, hvort viltu fyrir eitthvað að Björn klára þetta á 3 mínútum eða Skortir klára þetta á nokkur dögum Skortirinn þetta er allavega fyrsta pyntingin og hún er bara svaga ég er með aðra hérna sem er alveg hún er helluð að við heyrtum The Judas Cradle bara Júdasar vaggan ekki 7 minútur herru, þetta er svona píramíta sæti sem er búið til og efst á sætið er viðakuppur sem er búið að saga þannig að hann er beittur þú veist, bara beittur viðakuppur efst á svona 3 sæti svo er þrösturli þröstur til í þetta svo er aðeins sem er hann er látið hanga fyrir ofan þetta og látið síga hægt og rólega ofan í innum gatt sem við erum öll með neðan okkur konur kallar kvár whatever það er allir með þetta gatt og svo lengra sem þú fyrir niður því meiri að vera þrýstingurinn og svo þegar líkamsþyngdin er bara búin að íta þér vel niður á þetta
þá klopnar mjaðmagrindin á lókum. Oh my god. Þetta brutal shit. Þetta ógeðslegt sko. Þetta the Judas Cradle. Hvernig þú líst þessu? Poetic. Ég showmanship hérna sko. Shit maður. En fyrst við vorum hérna í bátaþemanu hjá Birki, þá voru menn bundnir við stafnin á bátum. Já. Og það þýðir framan á Birkir. Það þýðir framan á, fremst. Ég er að sína þetta myndar að Júdas af augunni. Oh my god. Og og svo þegar báturinn fór upp og niður þá náttúrulega bara, þú veist, blotnuðu þeir og eitthvað og þeir bara sildi milli landa með fólk framan á bátinn. Stemmari, sko. Ferðast. Ég var fyrst að fara í mig. See the world. Fyrst að fara í mig. Ég var alltaf í hverju öldu. Meira. Gaurarnir alltaf alveg. Ertu búin að fá nóg? Meira. Fucking ADHD-gaurinn. Shit. Það komum þú með eitthvað dark and shit. Nei, ég ætla að byrja svolítið bara easy sko. Easy? Já, það var þú varst sestu niður og settu svona rammi utan á lappirnar þannig þú varst fastur með lappirnar standandi svona út í loftið. Já. Og stóðstu? Nei, þú situr með lappirnar svona framskilur og lappirnar fastar. Já. Og þannig að það eru svona beinar út og svo hellt saltvatni yfir bera tærnar á þér og svo komu geitur og sleiktu á þér tærnar sem var náttúrulega bara ógeðslega óþægilegt fyrst, bara svona kýtlar og eitthvað en tungan á geitum er rosalega gróf hrjúf sko. Já, þannig að það endaði bara með því að sleikja skinnið af undan iljónum á þér. Crazy goats maður. Og því að það var bara alltaf hellt meira saltvatni og geiturna bara sleikja og til að það var bara opið hrátt sár bara iljarnar á þér. Geitar er svona skemmtilega. Fyrst væri það svona mér kýtlar make it stop. Þetta verður að fyndið. Geitar er svona skemmtilegar. Geta verið það, já, en ekki láta það sleikja auð tærnar í marga klukkutíma. Nei, greinilega. Nei, please don't. Auðvildar, saltvatn. Hafið heyrt dauði með 1000 skurðum? Já. Nei. Death by 1000 cuts. Þetta er Kínaveldið á 19. og 20. öldinni voru að skera hengdu fólk upp og skar svona 1000 skurði allan líkamann hvað það er evil maður og út af gravity þá rifnaði allt saman I will cut you 1000 times Þetta er grátsæði sko Passið ykkur á vistrafólkinu að hanga svona uppi og vera þá meina svona þetta var bara hvað heitir það svona razor blade þetta er út allt og síðan ég hugsa þetta sem mjög óþægilegt sko ég væri alveg paper cut another paper cut herri ég með heyrtum við The Pear of Anguish eða íslensku kunnáttu mín því þetta yfir á angistarperan já ég sá þetta eitthvað starf í angistarperan já þetta er þú ert voða mikið á þessum líkamsópum já sérstætt áhóma Daði googlar fekk bara svona gay porn ég gerði það bara medieval tortures þessi apparat sem var byggt á þannig að máta hún var í læginu svo pera og með svona 4 opnarlega hliðar sem hún kallið lauf peran var sett annarkvort upp í munn eða í vestu tilfellum í possan sett bara inn ég var alveg herru, svo var endin meira nei, þú vilt þetta ekki svo endin var þannig að þú gast snúð upp á endan og þá opnust laufin og vikkaði annarkvort munnopið eða rassopið þangað til að allir voru glaðir og hér er ég með mynd af apparatinu ég get ekki ímyndað mér að allir voru glaðir nei, kannski ekki ein mannskja þetta er eins og buttpluggið hans þrastar þetta er ángistarperan hún var notið til að víkka ímis op Eva alltaf alveg skulum nota peruna sko Birkir gerir allt sexual ok, sidetrack ok, býti buttplugs og sidetrack ok, komdu með það ég sko mesta talentið hjá mér er að gera hluti
kynferðislega sem ekki talent, það bara weird þið gætu sagt hvað sem og ég gæti tengt að við kynlíf ljósapera a beer butt Samo þetta sko við skulum reyna að kveikja þessari peru upp í raskatið bíligill kveikið þér I'm gonna turn you on Kleru, ég þarf að sjá aðeins betur en það niðri What the fuck Ég að gera það fyrir þig Já, ég fæ ekki þessu sjens Nei, ég að sína, þetta er ekki hæfileiki Þetta er bara common fucking weird sense maður Næsti Davíð Þetta er náttúrulega Iron Maiden Já Býttu, var ég ekki með það líka? Hljóta allir að vera með það Ég er með debunk af því Ég með Iron Maiden maður Fuck Nei Akkur ertu með debunk af því Út af því það er ekkert til Nei, ég sáðu líka Það er talað þetta hafi aldrei verið notað Þetta sé bara hugmynd Þetta hafi bara verið teikning Nei, sko, Iron Maiden er svona hræðislega áráður Já var notað sko, meira fyrir þá sem við ekki hvað Iron Maiden er ég skammið fyrir þetta Davíð? Nei. Vilt þú taka þetta? Þetta þetta? Davíð veit ekki hvað er að gerast Jú, ég veit það Sko, við erum ekki að tala um hljómsveitina Við erum ekki að tala um hljómsveitina en hljómsveitin er vantanlega tekin út af þessu Iron Maiden er sem sagt það lítur út svona eins og egísk svona múmíu líkistæða þannig stendur upprétt með göttum sem standa út úr sem sagt inni þannig að þú setur það inni og svo er lokað þannig að gattarnir eru sem sagt í þér og það er passað að gattarnir séu ekki oflangir þannig að þeir gati kannski helstu líffæri bara svo dauðinn taki lengri tíma Já, þannig að þú getur ekki sest niður getur ekkert fært þig fram með það tilbaka þú stoffar á gattarnir bara lengri inn í þig blæðir út á mörgum klukkutímum og fun fact það talað að það aldrei verið notað þetta sé bara hugmynd og hræðingar dæmi en það talað að það hafi verið 2 fleygar fyrir augun, bara að því bara hvað sér þau? 2 svona gattar fyrir augun bara að því bara bara því að það var fyndið eða eitthvað, ég veit ekki Hei, veistu hvað var í fyndið? Blinduði líka það talað að það hafi verið svona surprise factor þetta er allstæðar sem að líkaminn ekki hausinn, en svo 2 hérna fyrir augun en fleygar? Gattar, fleygar, skilur okkur það ekki gattar það er basically það sama ég var bara fleygar þetta er flókið orð fyrir þig en þú veist vilt þú ekki bara fara að fleyga við erum að tala saman vilt þú ekki fara að fleyga fleygur er nei, fleyga er það ekki að rungar og fælir veist ekki hvað fleygur er bara fleyga sounds gay What? Nei, joke En eftir með það? Herru, nei, ég er með bara með mig Nei, ég ætla að taka Iron Maiden, sorry Já, nei, ég var ekki með það Þröstur var með það Þröstur var með það Þú varst ekki með neitt, Þröstur? Jú, hann var með Iron Maiden Hann sagði Iron Maiden Já, ok Svo fóru þið bara að drull yfir það Þröstur er þá bara Dexter 2 með þetta haustum, ok Já Það er bara alltaf að vera með niður njörfað á blaði Það er fagmannlegt, sko Nei, þetta er casual Þetta er casual Svona cash Segðu mér, Þröstur, hvernig myndir þú pína mannesku? Hvernig? Leiðum Davíð að taka Þess það er að hugsa þetta Ok Waterboarding finnst mér rosalega skemmt Hafið þið verið Ég prófaði þetta Af hverju hefur þið prófað þetta? Já, ég prófaði þetta líka Mér langar að vita hvernig þetta var Þeir eru svo miklu BDSM eitthvað maður. Þetta var, veist, ég ekki alveg Nei, maður bara svona bara andar Þetta er bara Þetta er svo fucking mindfuck Verða við ekki ná, ég hef ekki fyndið þér til að prófa þetta sem betur fyrir Hvað segir þú, Davíð? Já, ég er með hérna Svedendrunk Sveita Nei Þetta var ekki blót Ekki? Nei, þetta er svo að Swedish drink eða sænski drikkur Þú hefur farið til Svíþjóðar, Birgir Nei, hann er aldrei Aldrei Greinilega hef ég aldrei farið til Svíþjóðar Við erum búin að komast að því Já, ég var í Noregi Fucking idiot Nei, hérna Þetta er sem sagt pynting sem var notuð í 30 ára stríðinu til þess að sem sagt pína bændur og svona fátæka og eitthvað til þess að gefa upp verðmæti þá var sem sagt þau verið pínt til þess að drekka blöndu af mikju, pissi, skítu vatni og eitthvað svona og svo þegar maginn var orðin ógeðslega svona bloated og stútfullur af þessum viðbjóðslega vökva þá komu gæjarnir og byrjaði að hoppa á þeim og sparkið á og eitthvað svoleiðist þá hann gæti að rifnaði allt inn Þetta er bara fucking
Sko, Þetta er sænski drikkurinn. Flest af því er mín, en þetta er bara mín and fucked up. Sveitendrung, já. Sveitendrung. IKEA. Hei aljópa. Já. Þetta er skemmti þáttu, Davíð. Pyntingar. Þetta er tilbud. Já, við erum að segja núna, ekki hlusta með börn í bílum. Já, ok. Hálftíma inn, ekki hlusta með börn í bílum. Do not do this. Hafið þið heyrt brotahjólið? Brotahjólið? Svo ég muni eftir. Nei. Það var svona hjól. Svona, þetta er risa... Jú. Já, þetta er viðarhjól. Mjög stórt. Risastórt. Og manneskja var bundin á hjólið. Á hjólið. Með bakið upp að hjólinu. Já. Svona hendur og fætur alveg bara spread out. Já. Síðan var það bara ítt niður brekku. Mjög fótt upp sko. Og hann alltaf öll bein brotnuðu og fólk var bara vonast til að deyja. Örgulega mjög ringlaði líka. Mér langar að guppa. Þetta hjól var reyndar líka notað sko innandyra, þannig að þá varstu settu með bakið á það sko og bundinu hendur og fætur í annað heldur en hjólið. Já. Og svo varstu dregin upp eftir hjólinu og þannig að það teygðist á þér, þannig að þetta er eins og plankastrekkjari. Þetta var notað þannig sem Bíkó seldi hérna með Sigga Sigurðs í gamla dag. Já. Var Bíkó að selja plankastrekkjara? Grínauglýsing. Já. Sá plankastrekkjari, fun fact, er í svona glerkassa inn á fagsölu sviðinni hjá Bíkó. Nei, í alvöru? Ég þarf að kíkja á auglýsinguna. Það er fokkar hilarious. Þetta er sko auglýsing síðan 92 eða eitthvað. Nice. Þetta er ennþá til sínis. Herðu, ég er með The Tongue Terror. Tungurífarinn. Á minni slæmu íslensku. Tongue Terror. Er það Necking Knife? Nei. Nei, þetta var í rauninni bara sko, þetta var ekki stórkostleg pæling sko. Þetta var bara í rauninni klippa sem komið 3 rými hérna. Þetta var í rauninni bara klippa sem svipa til svona garklippu nema kannski ekki að beitt sko. Og hún var hituð á eldi og svo var hún sett utan tungu og svo var tósað og snúið þangað til tungan kom út. Já, very sexy. Mjög svo Kræsnaður. Já, ég á bara eitt eftir það þegar Iron Maiden er búið sko. Ég er alveg með slatta sko. Davíð, hvernig myndið þú pinkt einhvern? Tala verður með Metallica í 2 tíma. James Hetfield Kirk Hammett Kill me now. Veistu hvað, Lars Ulrich er skemmtilegur, sagði enginn ever. Wow. Hann bara geng á sögur og hún og hann er leiðilegur. Sorry. Ég þekki hann ekki. Hvað væri uppáhaldið þitt, Davíð? Sko, ég var einmitt með það bara hérna næst í röðinni. Oh my god. Chinese water torture. Ok. Það er dropateller. Já. Þannig að þú vilt lengja pyntinguna frekar en að klána bara. Já, það er ekki pynting, það er bara morð. Psycho. Líkum komið leið á því. Maður verður orðin klikkaður í hausnum áður en sko eitthvað gerist fyrir líkamann þinn sko. Ég veit það. Nei, það er pyntingin sko. Já. Það er mitt málið sko. Þetta snýst þess að þeir sem veit ekki, þetta snýst það að þú ert sem sagt bundin einhvers staðar fastur og alveg fastur, þannig að hausinn aður hreyfist ekki og svo er bara látið dropa á ennið aður. Endalaust. Og þetta náttúrulega finnur ekkert fyrir þessu fyrst en eftir einhver tíma þá er bara eins og þú sé verið að berja þig með sleggju í höfuð. Þetta vinnur á sko, og þessi eftir þennan x tíma sem er fáránlega stuttu tími þá verður fólk bara alveg orðið bandvillust. Já, og líka, þú getur ekki sofið. Nei. Og þeir í hvað heitir það, hérna Mythbusters prófuðu þetta á stelpunni. Já, ok. Rauðarðu, þetta vinkoninni. Já. Og hérna við erum ekki all vinkonur og vinir hérna. Rólegur. Ekki. Þetta var systir hans? Ég held að við bara voru öll hérna bara vinir. It's all connected. Og hérna við erum ekki all vinir. Og hún eftir hvað klukkutíma fannst þetta svo óþægilegt, hún var að byrja að gráta og bara klukkutíma. Ég meina ef að Davíð myndi tala við en tala ekki klukkutíma, þú væri orðin mjög þreyttur líka sko. Ég væri að byrja að gráta sko. Davíð, náður bjór? Ég er ennþá að drekka sko. Oh my god, ég þarf bara að pissa sko. Það fara bara að pissa. Ég er góður.
En síðan var náttúrulega í eyðimörkunum var náttúrulega rosalega nesti að grafa menn niður og bara láta hausinn standa upp úr og síðan bara komu sportregarnir og sólinn var að steikja höfuð á þeir og kroppurinn undir þrýstingi í sandinum. Þetta er röglega hrikalegt sko. Já. Þetta er ekki allra. Já. Skulum ekki fettir shame ég ætla ekki að dæma neitt. Stráka, ég fíli þetta ekki bara. Ég bara fíli þetta. Það er alltaf leið, það er bara þú. Það er bara Ég verður til að breyta taktík. Við skulum bara ná í plankastærkjaran. Þetta er ekkert mál. Ef þú fílar þetta ekki fair game. Ég taka þetta síðast þegar mér The Brazen Bull. Ég líka með þetta. Það er sko, þetta er járnnaut sem er búið að smíða í svona raunstærð og manneskja er sett inn og læst inn í maganum, þú veist svona þannig séð. Já, svona holta innan. Já, holta innan og svo kveikjar í stórum bálkisti undir og þannig að þetta verður mjög óholta innan. Já. Þannig að þetta verður mjög óholt en holta innan. Svo hittnar þetta svo mikið að þú ert ekki að fara að deyja þegar það er svo heitt. Þú ert að fara að deyja þegar loftið þannig inni verður svo heitt. Þú andar það svo heitur loftið að það fer að brenna það innanfrá. Og þeir eru með sko lúður þannig inni sem að geta andað í en það er lúð. Þetta er lúður, þú getur ekkert fengið loft í gegnum hann er bara one way og þú væntanlega öskrar af sásauka og út lúðurinn og munnin á þessu járnauti kemur hljóð eins og það sé alveg nautaljós. Þetta er þú ert bara inni að anda þér sko sjúklega heitu lofti og jú, það er mjög heitt og þú ert drullu sveittur en það sem brennir þig er innanfrá af því það er loftið sko. Þetta er ljótt. Þetta er fucking brutal. Og þannig fengum við airfryerinn. Það er hárrétt hjá þér. Það er gott að eitthvað skilja einhverju. Wow. Beijing Dr. Mengele. Það er rottupynting. Setja rott í fötu. Rottupynting var Evrópu, Suður Ameríkum voru notið nagdýr til að éta fólk lifandi. Þau voru bitinn og þetta er svipað eins og báturinn en bara náttúrulega rottu faraldurinn var svo mikill á þessum tíma og það var étið lifandi og fun fact, viti hver Iceman er? Raðmorðinginn. Iceman? Já. Nei. Kalinski. Kalinski er raðmorðingi sem hafði enga tilfinningar. Þetta er cool nafn, Iceman Kalinski. Nei, hann var kallar Iceman út að hann fristi líkin sín og hendiði þeim síðan út eftir mánuð eða eitthvað svoleiðis. Dexter. Þegar þau byrja að þiðna þá var löggan svona til að throw them off. Anyway, og ég er ekki viss hver þetta er. Já, allan hann hafði enga tilfinningar og eitt skipti tók hann mannesku inn í helli og myndavél og lét rottur borðan lifandi og tók það upp og það var eina skipti sem hann svona fann too far að viðtal við hann og hann bara svona, þetta er eina skipti sem mér fannst svona Hvers lensku var hann? Bandarískur. Fuck. Ew. Var þetta ekki svona eins og þess að segja þannig sem hún settur svona fötu yfir maganlónum eða í krukku eða eitthvað? Nei, hann var bara inn í helli og síðan bundinn og látið svona aðeins svona smá sigur og svona á hann síðan var bara étinn lifandi og það var bara öskrinn og hann manneskja sem finnur ekki fyrir samúð eða tilfinningum með neitt hann var bara þetta var skrifn og langt mér fannst óþægilegt að horfa kannski þarf ég að fara að endur sko ímyndu eitthvað grensunni er náð en talandi um eitthvað svona geðveitt veit ég hvað ég peppaði fyrir 3. október ekki bara því á ammali þá heldur þegar áttu ammali 3. október? Ég hef alltaf átt ammali 3. október alltaf? Það kemur líka sama dag, ammælstæði minn kemur út Ed Gein, hann að Monster-serían á Netflix. Ég er mjög peppaði fyrir henni. Já, hún á að vera hann var, sko Ed Gein var fucking crazy. Já, ég sé viðtölu hann var alveg
Hann var húsgagnahönnur eins og þú Birgir, bara hann notaði önnur verkfæri. Hann notaði mann öðruvísi áklæði. Já, öðruvísi áklæði. Ég ætla að búið til þennan lamp. Öðruvísi leður. Öðruvísi leður, já. Segja þannig. En ég nota leður. Ég er einn gein nútímans. Akkurat, klálega. Ég myndi að passa mig hvernig ég nota þetta. Æ, nenni ekki í þetta takkan. Ég er ekki með meira sko. Nei, veist það bara hlustur. Já, Þetta kannski Ég er með fullt meira maður. Já, ég er líka með eitthvað meira Sko, kannski ekki beint pynting en þið veitir hvernig Metallica er Þegiðu Nei, þið veitir hvernig keðjusögin var fundin upp Eða fyrir hvað Nei Hún var til að aðstóða í fæðingum Já. Í fæðingum? Já. No joke. Hvað, nafnastrengur?inn? Nei. Overreact? Hvað? Ef það var ekki að komast út þá var bara sett keðjusög inn og þetta var svona hand-cranked til þess að opna aðeins betur Fuck! Í alvöru. Wow. Genuinely shocked. Wow. Þetta var notað sem fæðingarhjálpartæki. Ég hefur verið ristandi fæðingu og ég verð að segja að þetta hefði ekki hjálpað. Ekki mömmunni allavega. Alls ekki. Nei. Pæli í því bara svona að komið með vélsögina og náttúrulega engin deyfilin eða neitt. Áttu mín, þetta verður pínu vond en haltu bara kúlinu. Þú ætlar að finna fyrir smá þrýstingi. Það er smá og það er Segjum gaurinn, mér langar í annað bad. No. Shit. But darling, we are Catholics. Every sperm is sacred. Þetta er svakalegt Já, ég myndi alltaf bara í huga því að hérna næsta hjá mér er sem sagt Metallica. Æ, fuck það. Ég fer að rukka þig 500 kall hver skiptir sem að segja Metallica sko. Ok, Lars-Ólik. Napster. Ok. Hérna fólk var hengt upp á hvolfi, það er bundi bara öklan á þeim og með lappirnar svona glentar. Það er ekki svo slæmt. Svo hann tekið stór sög Miðvikudagur hérna. Hlusta Metallica. Nú versnaði það. Nei, ok. Nei, hérna, fólk sem sett hekka á hvolfi og svo varstu með svona stóra sög, svona 2 manna sög eins og við sjáum þú veist í teiknum Já, sikkur megin og hún er bara sett í kloppan og svo er bara saga, niður. Hvað hétt þetta? Bara svo, ég með Bara svo. Já, ég oh my god Akkur var þetta ekki myndinni svo? Akkur var þetta ekki myndinni svo? Já, þetta ætti að vera Honorable mention, Saw-serían og Human Centipede. Já. Það var líka í hvað? Þið hafið hort á Braveheart, eða ekki? Jú, órálengur síðan sann. Já. Hrikalega góð mynd. Og það var einmitt, það er pynting, það sem er skorinn mægin, tekið þarmarnir og síðan sett á hjól og síðan er það bara Vá, hvað langt ég sé þessa mynd? svona, Það var nú ekki gert í myndinni en alltaf leið. jú, Nei, það sást ekki. nei. Það sást ekki. Nei, ég veit að það sást ekki, en það Hætti var að gert rífast. í myndinni. Hætti að rífa. Nei, það var ekki gert í myndinni. Hann dróða bara út. Nei, Það setti Nú ekki út á bara hjól. mann ég ekki. aft Ég man mjög vel eftir þessu myndi. heldur að þeir voru svona, djöld er þetta sleipugt. Já, sleipugt. Sleift. Ég meina þetta var alveg Sleipugt? Sleift. Nei, sleipugt. En þetta var líka, menn voru hérna bundni við hérna stólpa og bara skortnir yfir belgin og allt bara út. En eins og Davíð saði einhvern tímann í þessum þætti Metallica. að ef þú missir þarmana þeir eru bara settir í sauma fyrir Já, lokað. Já. og þeir jafna sig út. Þeir eru að gera það. AI þarmarnir. Já. Nei, veist eins og síðan líka Ég meina, þetta er bara eins og að tekur slöngu og lokar hann bara einhvers staðar að það sem þarf að fara í gegnum hann fer bara í gegnum hann hvernig sem hún er lögð nema sé hnútur. Já, nei, en þetta er eftir aðgerð og svo leiðis. Læknandir er ekkert að raða þörmónum 100% Nei, það er bara í dæminn þannig séð. En Jó, þeir finna sig aftur í sama stað og þeir voru. Þetta er líffæri, þetta er lifandi líffæri. Já, en þeir eru ekki með sjálfstæðan huga, sko. Nei, ég veit það, en þeir finna leið. Bara þessi heilin okkur er fucking stúpid, en hann finnur leið. og síðan var líka að bundin
í alla útlimi og sem voru hestar tósaðir í 4 og byrja að rifna hendur og lappir í burtu. Akkurat. Það væri fucking slæm. Og fólk á þessu tíma var bara meira. Ég vil eitt alltaf eitthvað svona spektakul það sem að fullt af fólki að horfa Rip him to pieces og fólk var bara hérna Pétur, hérna, þetta 5 ára strákurinn minn, horfða á þetta þetta fáiði sem stál epli ég mitt og þetta rugglað og til dæmis eins og að vera brendur á steiku konur á steiku og það rétt á báli steik burned on the stake, brendur á báli hætti að blanda ennsku og íslensku ekki rátt að Google Translate ég er ekki að lesa neitt sko allana og það bara að ef konur voru bara herru, hérna, ég kann að reikna Nord nákvæmlega þú gafst mér vitlaust tilbaka hún kann að telja, kveikja hana brenna hana og það er sama með þið mitt að herru ef hún er Nord þá flýtur hún setja henni í Svartahafið ef ekki þá druknar hún við skulum bara hérna en pælið í Ísraeli var alltaf að nota Dauðahafið fljóta allir ég væri bara keep me down man allir reyna að kafa líka pælið á þessum tíma að það bara greið konunnar voru bara leið og hafðu smá vitt það var bara, við ætlum að drekka þér og ef þú flýtur þá ætlum við að brenna það á báli þetta er lose-lose situation hjá mér sko hvernig get ég sann ég er ekki Nord líka bara wow, þetta damn, this is a bad week to be a good swimmer Jæja, kona, ég ætla að fá að ríða þér í kvöld nei, mér langar það ekki Nord nákvæmlega bara Jesus það er alveg Jæja, kona, ég ætla að fá að ríða hver tala svona olden time people bændur á 16. öld shit sko ég með hérna Khal Drogo gera það hver? Khal Drogo? Já, það var þáttur sko Ég veit það Erum við ekki þætti núna? Það er ekki svona heimildir ég með hérna The Heretic's Fork ég veit ekki, trúvillingur eða eitthvað The Heretic trúvillings gaffall já hvað er það? Þetta er sem sagt svona járnstöng sem kemur með svona 2 gatta sikkur megin það lítur svona út eins og gaffall með 2 svona þú veist svona eins og Poseidon ábar með 2 nei, Poseidon með 3 já, ég bara með 2 já, akkurat já, nákvæmlega þannig og báðum endum sem sagt og þetta var strappað hálsinn á þér þannig að 2 gattar fara hérna já, þú gast ekki sofið en eitt já, og 2 gattar fara hér 2 gattar niður í bringu og 2 gattar upp í kjálka upp undir kjálka, upp undir höggu það heldur hausnum uppi alveg bara stífum já, og svo varstu bara látin sitja eða standa svona þú veist, þangatilega fengu út það sem þeir vildi fóta kosturinn var, ég geti notað þetta þegar þú varst ekki með unduröku þá varstu lausuðin eftir þetta já kostur the bright side of life já, ég meina, ég er bjassinn ég er bara náttúrulega, eins og þarna, þú sagði bright side of life crossfestur að vera crossfestur það var pynting alveg juicy pynting þú lifðir alveg ansi lengi sko var þetta ekki alveg jákvæð pynting? jú, allan fyrir Jésu hann frelsaði alla maður held það sko já, þetta veist það, fucking, ég alveg don't get me started á trúabröðum hann var ekki svo eini lélega bækur öll trúabröð hefur þú lesið þær? hef ég lesið þær? nei, ég hef hlustað hvað kemur út úr þessu þetta er bara fucking þvæla ekki segja þessi lélega bækur ef þú hefur ekki lesið þær þetta eru lélega bækur þetta eru ágætis sci-fi þetta er sci-fi, nákvæmlega, thank you ég las þetta þannig og ekkert að því sko nei, það er það sem ég er að reyna að promóta alltaf trúbækur eru sci-fi já hætti að lifa eftir þessu ég ætla frekar að lifa eftir bara Alien
þú veist, eða eitthvað Alien vs Predator Vera hræddu við alla Jason vs Freddy Hræddu við alla Við aliens Ég er ekki hræddu við Predator Daði, við erum náttúrulega búin að stopna okkar eigin trúfélag Hvað var það? Nú Guð blessi humlana Já, humlanir, já, Jói Já Jói er okkar frelsari humlanir sem eru í bjórnum og svona reyndar Jói er humlan Hann er humlan Aðal humlan Erki humla Árangag Daði orðin vel fullur Ég? Já Nei Jó Það er smá Já Og maður sé hvað Davíð, hvað er með eitt meðan ég les Ég er að leita eitthvað góði hérna Nei, leita, varst ekki komið með eitthvað? Jú, ég er með fullt, ég er bara menn voru náttúrulega settir í kassa Já, og það er ennþá gert og svo eru bara, þú sportregum skollið honi eða rottum eða whatever Það er í, var það ekki Guantanamo Bay að það er The Hot Box Já, það var eitthvað svo leiðis Já, það er svona eins og og þá er bara hitinn þarna inni og allir bara ég gerði ekki nei Ég sá einu heimildamynd það sem að munnurinn á manni var saumað við rassinn á næsta og svo næsti það hét ekki heimildamynd og svo næsti það er ekki heimildamynd það var Human Centipede Já, það var Human Centipede Should I eat Var það ekki heimildamynd? I need to poo No Var það Should I eat asparagus or the cuttlefish Oh no, not the cuttlefish I'm sorry Kyle I'm sorry This is for you Besta grín sem við hefum gett á Human Centipede var South Park það var fucking amazing sko. Oh god I'm sorry Kyle Ég er tómur, ég er bara bullshita sko. Ég er með hérna The Garrot Já, ekki Carrot, heldur Garrot Það var sem sagt verkfærir notað til þess að kirkjamenn og hérna það var sem sagt bara svona einhver ólsett utanum og svo var einhver svona executioner sem að strekti bara á þangar til að fólk kirktist Þröstrali Do go on Fæst þetta í Adam og Evu Já, pokkir En svo reyndar komu svona seinni útgáfur af þessu þar sem þeir bættu við oddkvössum svona metal svona bolta eða þannig sem að fór inn í hryggjasúluna áður Það hefur skemmt alla skemmtunum við þetta Já Þannig að þetta er eðalagi kingið fyrir þresti núna Þannig að það var í rauninni hægt og rólega var verið að pota stálpinna inn í hryggjasúluna áður Þröstur, ekki kaupið þetta til í Adam og Evu Já, ég ætla að leita þessu En hvað heitir þetta aftur? Það sem menn voru settir með hendurnar inn og hausinn inn og Gapastokkur Það var náttúrulega Vá, hvernig vissir þau gapastokkur? Ég nota reglulega Já, óþólandi nágranna nokkra Veistu, þú getur keypt rúm sérsmíða rúm með svona gapastokk í öðrum gaflinum It happens that I know og hérna, þröstur líka þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í þessu þannig að þú getur breytt því þannig að þetta sé bara venlegt rúm og svo vilt hafa eitthvað svona sexy time og það getur bara snýð þessu við Þetta er enda svolítið disturbed king sko. Þetta var notað náttúrulega fyrir fólk sem var að stela eða eitthvað þetta var svona public humiliation sko. Sjá fólk að henda tómutum í manneskuna og sláða og síðan beigða þangað til að það myndi svelta sér til dauða Kinky stuff En síðan náttúrulega í hernum er notað rafmagn úr bílun rafgeimir wow, shit og startgaflar í geirvörstunar það er bara sexy eða þá getur við nú það líka upp eins og gert hérna í mörgum bíómyndum menn settir upp í eitthvað járna ramma sem var tengdur í batterín sko eða sett í kúlurnar á þeir skilur en fá rafmagn í kúlurnar ég er ennþá með samvinskupið yfir í því þegar ég let frænda mér einu svona piss á rafmaskýningu
Já, ég hef gert það. Bræður minnir segðu mér, við vorum að pissa, við vorum að fara. Ég ennþá með samvinskapið, sko. Það var liðin fokkin 30 og eitthvað á, sko. Við vorum að fara upp í sumkvistað og það var rafmagnsskýring og vorum að fara út að pissa og strákarnir bara, bræður mínir. Já, bara pissa á þetta. Bara prófa að pissa á þetta. Ég alveg, ok, sé bara my little pee-pee. Ekki það, þessi frendi minn, hann var enda bæti í dag og bara flottur, en þú veist, í samt með samvinskapið. Þetta var sjúklega vá. Já, þetta var brutal, sko. Ég hef mitt gerði þetta líka, sko. Já, hvernig Þú ert hræðileg manneskja. Já, takk. Sefur á nóttunni. I have reformed. Já, ok. Ég gerði þetta mitt líka pissaður svona þegar ég var krakki. Viljandi á rafmaskýringu? Nei, þú veist, ég vissi ekki að þetta væri rafmaskýring. Ég rendi þetta ekki í sama Birkir. Jésús. Ég, prófaðu bara. Ég þurfti bara að pissa út í sveit. Já, ég er með þess að girðingu, akkur ekki í grasi bara. Leð mér að tala, ég vissi ekki að þetta væri rafmaskýring, þannig að ég fer bara eitthvað og en lendi samt ekki í sama á Birkir, heldur ég halla mér aðeins fram og fæ strengin í hálsin. Kinky maður, þetta er alltaf kinky. Ég fekk svona högg í hálsin, skilur, frá rafmaskýringunni. Of kinky. Já. Shit, þetta er ekki nóg. Ég var að bara Nei, ég var ekkert á miða, ég pissaði ekkert á girðingur. Nei, hvernig fyrir með hálsin á rafmaskýringu? Hvað varst að gera? Ég veit að, ég vissi ekki að vera rafmaskýring. Ég ætla að beygja mig yfir þess að girðingum en ég pissa. Já, ég var bara stóran titling, hann þurfti að beygja sig. Já, hann byrjaði að sveigjast fram á við. Hann var hættur að pissa og fann að toga. Hann réði ekki við líkastöðu og byrjaði að halla fram á við. Sko, Davíð, það þyngd. Eftir veist, þau eru búin að hrista hann þrisvar. Eftir það þá er það skemmt. Já, ég bara leika með það. Ég ætla aldrei að segja ykkur sögur aftur. Og það tjóka á rafmaskýringu, þetta er mjög kinky, sko. Sorry þeir sem eru tölvöld yngri við erum að hlusta. Já, ég veit. Ég verið fullorðinn einn daginn. Veit hvað, þess að finna fólk er bara þeir að tala fucking pyntingar þeir að deyjur hlátri. We're so drunk right now. Ég er mjög drukkinn, sko. Ég er ekki að lífa komið vel í það, sko. Ég er ekki bara ég var að hugsa í gær. Ég sagði við Birki í gær. Ég sagði ángriðs, ég sagði við Birki í gær. Ég get drukkið 2 vikur. Svo skellti ég á Birki og ég fór að hugsa Pítur, nei, það er 10 dagar. Svo var ég í dag bara, vá, 10 dagar, það komin 11 dagar. Svo var ég bara nei, ég fekk mig blundur í gærkvöldi. Já, fyrst 2 eða 3 í gær. Ég bara svona, shit, hvað tíminn er fótt í haustum á mér. Ég var svo þreyttur í gær og fekk mér 2 glös. Þú varst bara fullur? Nei, ég var bara þreyttur. Þú veist þér saman að þú varst fullur? Já, ég veit ekki. Þú var fullur? Ég veit ekki. Erum við fleiri pyntingar eða eru bara góðir? Nei, ég er góður held ég, sko. Þið er að pynta mig, ég er að pissa, sko. Já, þá heldur áfram. Ok, heldur áfram að pynta mig. I like it. En til dæmis talandi pyntingu, það var leikur til að vinna Wii tölvuspil. Já, bara tölvu, á Wii tölvu. Nintendo Wii. Já, og það var svona pyntingarleikur að þú ættir að drekka eins mikið og gast og haldi í þér your Wii. Drekka bara hvað sem þá, eða vatn eða... Já, bara drekka vatn. Og haldi þér án þess að þeirra Wii-a. Já, til að vinna. Það er þetta drullu fucking sniðið. Nei, konan dó. Nei. Það var ekki sniðið. Það var ekki sniðið. Það var sniðið þá var það ekki. Hæru, dó? Já, það var blæðan og sprakk. Shit, maður. Henni langaði of mikið eitthvað sem kostaði bara 60 skall. Já. Alveg, þú veist, hefur ekki hefðið netgíru eða? Come on. Shit. Oh my god. Hún er ekki að berga það blöðinni. Stupid lady. On that note. Það drulliði dauða. On that note. On that note. Sorry. Herri, takk fyrir komuna, strákar. Takk fyrir mig. Herri, bara Bye. Painting away. Bye. Bye. Metallic.